var tilbúin í það. Setjið í gang, Kári, við erum að fara í gang. Já, ég ætla að skipta þetta tæki, ég er að verða... Ég veit Bara að... þú veist, ég lokka mig út og lokka mig inn Yes. aftur þegar ég kem á ferðinni. Ok. Já, við erum velkomin á Íbúðarás, Grafarholts og Úlfarsadals. Við erum fyrsti dagskrárliðurinn okkar er umferðaröryggismál í Grafarholti og Úlfarsadal. En Höskuldur sem ætla að koma til okkar í dag er lasinn og kemst ekki. En við erum búin að færa hann 1 mánuð. Þannig að við bara getum haldið áfram að afla upplýsinga og ég var samskipti við Björn og við ætlum aðeins að fara dýpra ofan í þetta. Við varum búin að taka einhverjar myndir af þessum svæði hérna í kring, sko, nú var líka alltaf með augun opin. Það má gera betur. En bara endilega þeir eru með ábendingar, einhvers konar myndir, eitthvað sem að, brennur ykkur, bara við getum haldið áfram að byggja upp mál, eða Náðu þið sambandi við hann að formann? Nei, en ég er búin að vera miklu samskipti við skólastjórann. Ok. Og bara upplýsingar frá henni sem að voru bara munnlega ekki tölvupóst, en það var ekkert eitthvað svona sem ég nýtti raunverulega mest bara frá íbúum í hverfinu. Já, sem að Björn setti inn á. Sem Björn setti inn, ég tók bara úr því og svona vann aðeins í kringu það og fór sá mynd, opnaði inn á Google Docs og það sem að þessar umferðar allavega gangbrautin hérna Ólafsbrautinni, þar sem við svona aðalatrið og þetta hringtorg. En við Björn ætlum að taka þetta aðeins lengra og fara þarna sem KFC er það, nýta og fara þarna í Bauhaus hringtorgið. Já. Þannig að já, við ætlum bara að halda áfram að vinna þetta og fáum til okkar desember, Marta. Aðeins vartu þetta, þannig að þú hefur í sambandi við skólastjóra. Já. Spurning hvort að þetta verið í sambandi við einhverja fleiri aðila. Já. Innan hverfisins. Og ég velti líka fyrir mér úr því að þessi fundur frestast. Já. Hvort það væri tilefni til þess að við myndum kannski halda opinn íbúðarhúsfund. Þar að segja, ég veit þeir eru opnir og þeir með íbúðar geta komið inn á fundi. En þetta er þá málefnið á fundinu bara. Og við hefðum hann opinn og við hefðum umræður. Þannig að þá myndum við svona heyra betur og víðtækara frá íbúum hvað þeim finnst ábótavant og hvernig þeim myndum vilja sjá umbætur umferðar öryggismálum í hverfinu. Það er bara stærri fund heldur en Stærri fund, já. Já, bara þau voru með skólamáli. Já. En það var spurning hvort að fólk hafi áhuga á að mæta eða hvort það finnst ná þeim þær upplýsingar sem þegar skila sér, sko. Nei, ekki alveg að meta, þetta er desember, 19. desember. Þungur tími. Já. Sko... Það er þessi helst gegn því, sko. Er það ekki nei, er það ekki 19. desember? Það er 19. Ég get svo sem skoti inni bara fínast við hugmynd. En við erum alltaf að hafa þessum búnaði upp á streymið. Já. En ég veist ekki að við myndum fá inni hérna í stóra salnum. Já. En þá erum við komin í hreina staðfund, sko. Já. Og svo náttúrulega tímasetning. Ég kannski... Já, ég get alveg skilja það, sko. Það er mjög erfitt að gera þetta 19. desember, en spurningin er hvort að þetta er náttúrulega mál sem að þoli kannski ekki býð. Þannig að það er betra við ýtum því vör og við getum það haft að bak við eyrað í framhaldinu ef áþarf að halda að vera þá með einhvers konar opinn fund. Við getum kannski líka bara sett það inn á íbúðarsamtökin og íbúðarsíður og aðtöga bara hvort það sé áhuga hjá íbúðum í hverfinu og tala við þá sem er svona nálægt okkur í hverfinu. Og ef við finnum áhuga, þú veist, á færfundin, þá yfir í hinsalinn, en annars höldum við bara ákveðum ábyrgðingum og ég er bara frá einhverjum einstaklingum. En þetta voru sömu áhyggjur að við erum að ræða. Það er ekki bara þessi gangbrautar, það eru gangbraut eða þessu gangbraut sem er búið að klára, hringtorgið, hægri rétturinn, það er eitthvað merkingar, það er búið að taka niður myndavélar núna, hann sýnir það en þú kemur rúmsbrautina. Það eru bara þessi sömu atriði sem voru síðast koma fram. Þannig við vinnum með þau, en við ætlum svona að reyna að nýta tíma núna. Ég var kontið með Björn og við ætlum bara að hittast eftir svona 10 daga og bara í leiðum. Og það er allir velkomnir með í það. Já, takk. Þannig að þessu látum við ekki vita þegar... Það var í leiðangur klukkan 7:45. Morguninn? Á þriðjudagsmorgni. Já, þegar ég er að keyra Óli í skóla núna, ég átti bara geðveikt mikið að skoða þetta. Ég veit að þetta er bara vel til fundi. Já, þá er mestu fyrir þunginu, allir skutt út og henda út börnum hérna á hálsinu og... Það var tími að synda út af þessu.
Við vorum með tillögu í borgarstjórn núna á þriðjudaginn varðandi umferðaröryggismál á Sæbraut Klessmýrarvegi og við höfum farið einmitt, tveir borgarfulltrúar á vettvang, eldsnemmi morgun, einmitt þegar að börnin voru að leið í skóla, til þess að bara sjá þetta með eigin augum og það er áhrifaríkt. Já, við ætlum að við fleiri kom með þetta og hafði tök á svona stemmi morgun. Já. Þannig eigum við ekki bara þá að henda tímasetningu á milli við það og þeir sem vilja er þá velkomin með okkur leiðir að það. Þannig að þá er bara áhuga fyrir því að hafa stórum fund ef það er áhuga í að íbúðum að koma á þann fund. Heldum áfram að þarna ábyrgðingum og ég ætla að segja að við erum búin að koma frá okkur 10 dögum fyrir fundin kannski 10. desember til heimis upp á að Höskuldur hafi og verið betur undirbúin. Það er spurningar sem hún fær. Ok. Allir sáttir með þetta? En þið hafið náttúrulega bara í huga að þetta er að vera hérna með streymið eða bara stóra salum ekki með streymið. Já. Og þar með ekki fjallfundar möguleikin heldur, sko. Já. Þá bara lokaði ég eitt og höldum áfram að hafa 19 byrjar, nema einhverju hafi alltaf þessum þessum. Þá er það umsagnarbeiðni drög að ljósvistastefnu Reykjavíkurborgar, fengum öll boðum að hlusta á kynninguna, sem var þarna í október, mjög flott kynning, yfirgripsmikil, nóg búið að gera og mikið búið að liggja yfir þessu. Og fyrir sem að áttaði sig ekki svona á hvað hlutum að fólk var að spá í með ljós og lýsingu í borginni. En er eitthvað sem að þið sjáu, mætti betur bara eftir við getum bætt á einhverja bakgrunn sem að Marta? Já, af því vorum að tala umferðaröryggismál. Já. Þá myndi ég segja að við ættum að benda á lýsingar við gangbrautir. Já. Og það er nú akkurat það sem við erum að tala um hér í þessu hverfi. En þetta er bara víðar borgina og er mikið öryggismál. Þannig að við ættum að leggja mikla áherslu á þennan þátt. Þannig við getum okkar umsögn sem sagt gæti verið að þann veg að við viljum tryggja að það sé betri lýsing við gangbrautir í Reykjavíkurborg. Já, við getum komið til það. Við höfum umsögnarfrest til... Það er ekki... Nei. Við hefum bara skilað frá umsögn, ekki? Já, það er ekki tímamark á þessu, en þetta er til áramóta inn á samráðsgátt borgarinnar. Það er á samráðsgáttinni með 10 fundarbúðunum. Þannig að við gætum verið að skila umsögninni bara á næsta reglulega fundi. Það er ekki lítið fyrirstöð þannig, sko. Já, ok. Ef við þá ekki bara, ef þið hafið einhverja athugasemdir að setja niður en þetta þá bara fyrir ekki að hippa yfir, bara... Ég þetta er alltaf Reykjavík. Já, þetta vantar þetta ástæða betri lýsingu, sko. Já, þetta er náttúrulega, við höfum talað um þetta í svona ákveðnum göngustígum hérna í hverfinu og við höfum ekki klárað þetta dæmi. Svo nú annað sem er að við hefum nú komið hér inn, ég veit ekki hvort það hefur nú mikið náð að skrána, en ljósin hérna á vellinum hafa verið ekki verið að vísa bara niður á völlin, heldur eiginlega að fara í allar áttir og... Það er búin slökkvaður, sko. Já. Þannig að ég sé það ekki lengur út eldklukkan, það er alltaf á kvöldin, sko, það er búin að slökkva okkur nokkuð tíma. Já, er fyrir að slökkva fyrir þá, eða, en ég menn það er ekki að vera æfingar samt alveg inn á kvöld. Jú, en það er ekki kveikt að eins og í allan sólarhringinu sem var hérna til að byrja með, sko. Þannig að ég sé alveg, ég get ekki sagt ekki hvað það er, en það er allavega, ég sé það stundum slökkt. Já. Annað sem ég myndi vilja taka fram varðandi ljósvistastefnuna og það er það hversu seint sko, ljósin kvikna í skammdeginu. Þú veist, það er farið að líða langt fram á morgun þegar þau kvikna. Langt fram á símdegi þegar þau kvikna og þú sloknaði og snemma á morgnana í skammdeginu. Þannig að... Er þetta ekki skynjað? Jú, en það er styrkingaratrið á skynjunum þá. Já. Ok, það er bara mikið sko, umferðaröryggismál. Algjörlega, ég meina það er sem ætti vinna mikið fyrir að 8 eða 7 skilur, þannig að við gerum ekki ráð fyrir allir sem var stað halva 8. Og það er mjög bagalegt, ég meina þú veist líka fyrir gangandi og hjólandi, skiljið, bílarnir eru með ljós þó.
Ok, þá við skulum þá senda frá okkur smá umsögn. Vil ég fresta þessu þá að leggja þetta bara aftur fram í desember? Og vera það tilbúin með. Já, vera þá bara, lofa okkur að vera aðeins búin að henda því á milli okkar. Hendur það aðeins á milli, þannig við séum ekki alveg eins og rattar. Já. Já. Ok, þá Flestar svona stefnur eru svo óbúrslega almennt orðaðar en maður Já, þetta er mjög áhugavert sittin að funda allavega. Já, ég hefði fengið áður einhverja kynningu á þessu, sko. Já. En fylgja stefnunni einhverjar aðgerðir? Þetta að langmestu leyti þetta bara svona almenn markmið og atriði sem að í rauninni alls geta verið sammála. Já. Veist. Já, nei, þetta er mjög lítið konkrétt. Og það getur verið einn punkturinn að kalla eftir aðgerðaráætlun og tímalínu. Já, veist. Svo annað kannski líka ansið tæknilegt. Já, þetta var rosalega. Krafa gerðum að nota sínu Evrópustaðallinn EN 1246-42 þegar kemur ljósvöldarinn á vinnusvæðum utandýra. Og líka hvað var að panta þetta og eitthvað, ég var það dreifur íbúðar að krafa úr fólkin. Þú veist. Ég mátti að senda það. Já. Aðgerðaráætlun lýsingin gangbrautir. Svo skal óþægt á uppbyrtu með því að velja lampa með glíustöður D4 til D6 samkvæmt töflu A1 í Evrópustaðall ISTN. Það er nokkuð ljóst að þeir sem liggja yfir þessu eru mikil áhugamenn ljós. Já, ég var líka bara vá. Þú verður að byggja okkur fyrir bara að lifa fyrir þetta, sko. Þannig að þetta er mjög flott, sko. En við erum alltaf að koma með einhverja punkta, það er lýsing, bara betri lýsing við alla gangbrautir og þessum gangandi vegfarendur eru og þú veist bara áminning það, hvað það er mikilvægt. Aðgerða á tímaramma, þú veist. Og hvenær ljósin kveikna og slökk í borginni. En við erum alltaf með þessa 3 punkta sem við vinnum út frá og verðum tilbúin með þetta næsta fundi 19. desember og þetta er náttúrulega svolítið kannski tengist líka málinu þá. Já. Þetta er náttúrulega öryggismál. Jæja, þá er það komið og þá fyrir við lið 3. Það er umsjón íbúðaráðs Grafalds Ólafsdals, verklýsing íbúðaruppbyggingar í grónum hverfum, breytingu aðalskipulagi Reykjavík 2004 fyrir framlagningar. Við skilum þessar umsögn og þá sést þið voru búin að renna yfir hana. Já. Þetta er allt. Maður sjá Já. Það er aðeins að vera neðan líka það ekki. Já. Það er ekki bara fínt. Já, sko, nú sjáum við þarna innan grónahverfa, við erum nýbúin að vera hérna á 600 manna fundi í næsta hverfi hérna við hliðina á. Þar sem að uppbygging á sér stað innan grónahverfa þó að það sé á skipulagi einhver hluti þess að það var mikil óánægja með þetta. Þannig að, já. Við náttúrulega gefum okkur líka rétt að á seinni stigum að koma með ítalegri eða við sjáum í hvað átt þetta er að fara. Þá getum við alltaf haldið áfram að gera dýpur umsagnir eitthvað sérstök atriði. En þetta er náttúrulega bara fyrsta fasa. Já, manni fannst þetta líka, náttúrulega sem var rætt þetta síðast að þetta er fyrst og fremst, þetta eru aðgerðir sem snúa að öðru hverfi. Já. Heldur en okkar. Það sé dálítið þeirra að gera það, sko. Já. En samt sem áður, ég meina, við erum eitt samfélag, borgin, þó að það sé önnur hverfi og eða vera að biðja okkur næsta hverfi við hliðina, uppbygging í hverfi sem að liggur að þessu hverfi, getur haft áhrif á það. Þannig að sko, ég er ekki alveg sammála þessu að skoða þetta á seinni stigum eitthvað slíkt, vegna þess að það eru komnar fjölmargar athugasemdir við þessa uppbyggingu og þessa þéttingu og
Þannig að ég get ekki tekið þátt í þessu. Ok, myndirðu vilja bóka undir þessu lið? Já, getur vel verið að ég gerir það. Ok. En maður segir kannski bara þú sem íbúi hér, þá fer ég bara í Grafarvog til að fara í bónus. Já. Skilur, þannig að ég hef rosalega mikið, ég hef rosalega lítið input inn í að segja hvað Grafarvogsbúum líður, skilur, þó að ég sé hluti af Reykjavíkurborg. Já. Þannig að ég veit ekki alveg, nema ég alveg á móti því að þið veður. Já. En þú veist, ég meina, ég hef ekki neitt input bara, og þú veist, fólki sem býr þarna og fólki sem þá vonandi íbúðar á þarna hinum megin og þú veist, þeir sem eru í borgarstjórn og svona, við ættum kannski vonandi að berjast fyrir það sem að meika sens. Já, ég var með rætt í og en einhver síður að hann ómikil þétting í hverfum hér, sem að líka þessu hverfi hér, hefur áhrif á Úlfarsárdalinn og Grafarholti. Það var sérstaklega umferðin. Það bara umferðin. Það hefur vantið sleikmyndi, ég alveg á móti þéttingu byggðarinn alltaf. Já. Hér alveg nóg. Þannig að, ég vildi ekki taka þátt í þessu. Nú formann falið í samráði við ráðið að skila þessu á milli funda og það var gert þannig að búa að skila þessari umsögn, en að sjálfsögðu hefur þú þinn bókunarrétt og þá mun ég bara koma þeirri bókun áfram. Já. Ok, þetta allavega farið svona, en við fylgjumst það með þessu, það hitamál sem við veit á tölvupóstum sínum og þeirri umræði sem á sér stað, sko, algjörlega, þannig að það gott að fylgjast með þessu og við getum þá alltaf, ef við viljum í ráðinu, senda frá okkur að umsögn, ef við teljum við þurfum að gera það. Þetta er líka bara fyrsti fasin sem skipulagsferli þarna sem í gangi þarna. Já. Þannig að það koma eflaust fyrir tækifæri til að... Já. Þá veistu hvað þú getur þá með mig og... Já. Ok. Þá liður 3 búin og þá erum við bara komin í 4. Það Málefni hverfur. Já, við ætlum að leggja inn þarna umsóknarbeiðni sem fast eftir að funda búið að senda. Já. Sjá. Ekki þetta geti komið til skakkt tímasetningar með skipulagsmálin. Hérna er þetta einkar þröngur frestur og þetta skipulagslýsing. Það var ekki þessar lögbundnu 6 vikur. Já. Það var þetta skilafrestur 5.12. Þetta varðar 11 og Geirsnef, lýsing og breyting á deiliskipulagi. 8. Spurning hvort við viljum kynna okkur eitthvað þetta áður en við komum einu umsögn frá Minjastofnun. Hvað segir þið? Ég segi bara það að þetta er mjög umdeilt svæði, þannig að ég held að við ættum að skoða þetta vel áður en við sendum eitthvað frá okkur. Og þetta með Elliðaásnar það er mjög margt að skoða í sambandi við það, svona umhverfisvernd og annað, sko.
Þannig að við þyrftum að sjá teikningarnar á þær samhliða þessu. Hvaða áhrif sko uppbygging á þessu svæði hefur fyrir Elliðaárnar? Ok, ef það ekki bara... Er þetta sent á hvert einasta íbúðaráð í borginni? Þetta er aðeins að kanna, sko, Mér finnst sko, allt í lagi og sjálfsagt á skoðunar og svona saman. Ég átti að lítið dálítið á að íbúðaráðin séu fyrir bara nærsamfélagsmál þar sem við skal nota það og og auðvitað náttúrulega varði það íbúa í Úlfarsárdal ef að hljómskálagarðurinn er tekinn í gegn eða Kringlan eða þessu til ekki Geirsnesi, en þetta er hins vegar þetta er utan hverfis, alveg klárlega. Þannig að ef að það eru kannski svona einhverjar augljósar tengingar eða samsvaranir, þá finnst mér að horfa þetta öðruvísi við, en ég veit ekki hvort að tíma okkar er sérstaklega vel varið í að fara djúpt í. Sko, nú þegar ég fer að rýna í það, þá er hún tekið fram að samráðs- og umsagnaraðilar séu hverfis- og íbúasandi Grafarvogur, Árborg og Laugardalur. Þannig að það getur nú vel verið að eitthvað hafi skolast til hjá í þessari sendingu, en ég álít svo sem út af því að ég spurði að meita á þetta væri kannski álítið sem eitthvað svona sameiginlegt útivistarsvæði fyrir Austurborg. Ég veit það ekki. Já, en þegar Bláskógabyggð er að skila áliti fyrir skipulag í Reykjavík, manni finnst það bara dálítið skotið. Það kemur alltaf að gera ekki athugasemdir, þú veist bara opinbera svari hjá þeir, eðlilega vegna þess að vil ekki þetta skipta sig að skipulagi hjá okkur? Og hugsa þetta líka öðruvísi, ef við værum að breyta ykkur hjá okkur og kæma alltaf inn frá Laugardalnum eða Vesturbænum, skipt sér líka við höfum hlutina í Grafarholtinum, það bara ekki eiga við, sko. Einmitt. Það var ekki sjálfgefið, sko. En, já. Sérstaklega það er ekki alltaf hag það sem að vera að senda inn, sko, en við erum okkur sérstaklega síðan okkur tvöðinu hverju bara þetta er ekki góð hugmynd. Og líka búa samt ekki að það. Það er ekki nema að það sé ykkur svona sameiginlegir hagsmunir, sko. Það er náttúrulega Geirsnesi og þetta þarna útivistarsvæði þar sem fólk kemur hundan sína. Það er auðvitað fleiri stöðum borginni. Og það er náttúrulega fyrir alla borgina. Kannski er þetta fyrir alla borginni, já. Ok, ef við ekki bara skoða þetta. Já. Við vitum Jafnvel að athuga hvort að við höfum átt að fá þetta. Já, byrjum við því kannski. Það má athuga það fyrst. Já. Þetta sé ekki bara jafnvel misskilningur. Svo þetta er líka forvitnilegt að vita hvenær Geirsnesi varð opinberlega viðurkennt, af því þetta byrjaði nú sem svona gárungaheiti. Já. Einhver uppnefni. Já. En það er greinilega bara komið inn í borgarkerfið sem bara viðurkennt uppnefni. Geirsnesi, já. Já, þetta var gert í borgarstjóratíð Geirs Hallgrímssonar, þetta var með afskaplega stórt nef. Þetta var nú svona, það var svona frekar svartur húmor, en bara... Geirsnesi Dogpark. Undir er allt, þarna verður aldrei hægt að byggja neitt að viti, því að þarna var bara risastór þorpu eða bílakirkjugarður, það var allt sett þarna, þegar þetta fyllti upp. Svo að mokað upp á Breiðholtinu, þegar við byggja það og gert jarðvegsstimpil fyrir það. Það var mikla fuglaleirur þarna og bara, þetta var alveg áranlega náttúruspjöld, þetta var kent. Fyrir 100%. En talandi það, sko, hefur þetta eitthvað verið kannað, sko, hvað áhrif það hefði ef að þarna hefði farið að eitthvað jarðvagsskyrði þarna? Ég meina, hvaða áhrif hefur það á umhverfið? Ég meina, eru efnin þarna í jörðu sem eru mengandi eða eitthvað slíkt? Það geta alveg verið, og kannski þess vegna sem að þetta er hugsunin að vera ekki að gera neitt nema bara viðborðið, sko. Bara til dæmis eins og í Skerjafirðinum og flugvallarsvæðinu, svo kallar nýju Skerjafirður, þar eru svo mörg mengandi efni, ef það fyrir bara eitthvað við því, og fyrir út í andrumlofti, það getur að haft áhrif á heilsu fólks og það eru líffræðingar sem hafa farið við það sem segja bara að þetta getur valdið alls konar sjúkdómum, krabbameini, blóðsjúkdómum og ég veit ekki hvað og hvað. En engu að síður bara
haldi áfram þessar hugmyndir án þess að þetta sé nokkuð kann að frekar. Og ég meina, sko, talandi það að við viljum vera umhverfisvæn og meirihluti sem nú vill vera sérstaklega umhverfisvæn en þeir fara fremstir í flokki með það að vera með einhver umhverfisspjall. Og ég meina, mér finnst það líka alvarlegt ef það getur valdið eða haft áhrif á heilsufólks. Hérna erum við með að vera unnin umhverfisskýrsla og þarna taldið einnig umsagnaraðilar, heilbrigðiseftirlitið og stangveiðifélögin og veiðifélögin. Já. Þetta hverfisráð. Já, það tala sko, þið eru ekki talin upp þarna sko. Nei. Ég veit ekki alveg. En Okay. Þetta er skipulagslýsingin er þessi forvinna áður en fari í deiliskipulagsgerð. Já. Ok, og þá vilt þú þá kanna hvort að við eigum að hvort við séum flytta á þessu? Já, og ef að þið hafið ágóð því þá getið þið náttúrulega áskilið ykkur rétt til að gera kanna máli frekar og skila það umsögn ef að þurfa þig sko. Ok. Líkir það? Já, endilega. Já, það er ekki bara fínt. Formenn er falið að kanna máli nánar í samræmi við ráðið og eftir aðtökum skilja umsögn. Já. Já, þá bara þetta allavega afgreitt, það er komið ferli. Einhver myndi málefni hverfisins meira til umræðu? Já, vantar alveg Björn til þess að vera hérna og draga saman umræður á samfélagsmiðlum og það. Það er mestarinn til umræðu að vera að setja þetta inn athugasemdum hennar umferðina hennar. Já. Það veit alveg vel manni. Hún er leiðin frá París, fastur á flugvöllum. Já. Snjó. Já, það er ekkert annað. Nei. Svo var það náttúrulega bara mjög, ég veit ekki hvort við þurfum eitthvað að bókum það, það var nú allavega gleðilegt að það tækist að klára þetta deilumál við milli borgarinnar og Fram. Já. Með það. Kannski, Já, ég meina þetta klárist, en þessi tími nú samt engar stund að líða, sko. Já, þetta er sig. Já. Það er alveg bara fáránlegt að það hafi þurft að fara í svona hart, sko. Það hefur ekki farið hátt, sko, en samt þannig að bara félagi neita að skrifa afsalið fyrir Safamýrinni, já. Þannig að þetta var alveg þar, sko, og hótanir dómsmál og slíkt, sko. Stál. Já, svo bara var þetta settlað núna, en þetta er svo við ætlum að gera fyrst, sko. En þetta er bara mjög flott, ég menna, þú veist, það eru mörg svona knatthús í Kópavogi, versus Reykjavík, og það er alltaf verið að pæla í forvörnum fyrir börn og líka, og það er ekki bara fyrir mestnaflokki, sko. Væntanlega þó enn fækka bílastæðum, þannig að það gæti nú orðið til þá eitthvað að hugsa það í leiðinni. Þannig að við fylgjumst nú bara, við erum örugglega eftir að fá þá deiliskipulagsvinnu alla inn til okkar. Já. Endilega fækkum bílastæðum fyrir þetta hverju. Á leiðinni. Ég sendi þetta held ég örugglega, en þetta er afgreiðsla umhverfisskipulagsráðs á tillögu ykkar. Var þetta framkvæmdaskilmála og umgengni á byggingalögum? Já, ég var. Það var þetta bara afgreitt með þessum hætti. Já. Ok, það er okkur. Þetta er komið í ferli. Getum við að reka eftir því í 9 ári. Já, og það kom eftir því þá inn í skipulagsráð ef að stoppa þar.
er ekki eitthvað skrítið við þetta 48-23 Emil, þannig að fundina, þú veist, við erum með, ég var skoðið í gær, þá var þetta skoðið fyrir Kleberg, sko, ættir ekki, ég að spennta leiti, sorry. Já. Ok, þá erum við komin í lið 5 sem er lokaða liður, en það þarf enginn að fara, við erum alltaf reyna. Já. Þannig að En þú veist streið. Já, slökka á. Streymi.